Já, velkomin að Rauða á Samstöðinni. Klukkan 8, þá segum við fréttir eins og við gerum alltaf hérna frá mánuði til fimmtudags og með mér Sigurður Magnús og María Lilja. Við ætlum að byrja í Úkraínu. Það hérna frétt frá New York Times. Þetta nú sama frétti sem út allt. New York Times bendir á að 2 vikum eftir fund Trump og Putin í Alaska, þar sem var svona gefið undir fótinn að það væru friðarsamningar í nánd og Evrópuleiðtogar flykktust Hvítahússins mánudeginum eftir, að þá eru árásir aldrei verið harðari. Það augljóst að loftvarnirnar í Kyiv eða Kennugarði eru ekki eins öflugar og það voru áður. Annarkvort hafa Rússar fundið leið til þess að komast fram hjá því. Ég veit ekki hvað þið fylgst með því. Það aðferðir við að búa til dróna sem hanga saman á snúrum. Þannig að þeir eru eiginlega svona offline. Það er erfiðar að rugla þá einhvern veginn á leiðinni. Annarkvort það, eða þá að Úkraínumenn hafi færri flaugar að berjast. Þannig að það eru eiginlega allar fréttir þetta. Já, þetta sorglegt. Ég sá að það voru 4 börn á 4 börn af þessu 15 sem eru látin. Já, sem eru látin. Og það er þetta alltaf alveg hryllilegt. Þetta eru almennir borgarar sem eru að falla þarna. Þetta eru skjóta inn í borgir. Þetta er ekki verið að berja til hermenn í einhverjum þorpum eins og er á Austurvígstöðunum. Og það er þetta aldrei í lagi. En þetta er hluti af einhverjum svona átökum í heims, ég skaut hérna inn frétt frá Kína, BBC. Það er Karl Garðarsson var í gær og hann er oft í Kyiv. Hann á 2 heimili, í Kópavogi og Kyiv. Og hann var að segja, sko, fólk eru svo ónæmt fyrir loftvarnarflautum. Þess að veitingastafli þá stendur enginn upp. Sko, þó að heyrist eitthvað svona, fólk heldur bara áfram bara matið sinn. Nema bara fólk sem er með ung börn, svona. Þetta væri, fólk væri eiginlega bara svo, þetta er bara vindu meiri þjóta, sko. Já, það væri svo happdrættið, það er ólíklegt að þú tapir þarna, að það lenda á þér. En hvað á fólk að gera? Bara ég veit ekki, ég kann ekki að lifa við linnulausar loftarásir í mörg ár. En ég ætla aðeins út af þessu svona, það er þessi í heiminum, þú veist, hvort að Putin sé á leiðinni að samningaborðinu. Þá er fréttið frá BBC, þar sem að Xi Jinping er að fara að halda eitthvað svona byltingarafmæli og hann fær leiðtoga Norður-Kóreu og Rússlands til sín. Og þetta er bara svona bendið til þess að því að sömuleyti þá er plan Evrópu alltaf að rekja Rússlandi út í horn í málinu. Þannig að neyðist til þess að semja. Eina leiðin sé að ganga að kröfum Evrópu til þess að Rússland haldi velli. Ég bara bendi á að það er alltaf hinum megin, þá er eins og það er stuðningur annars þar. Já, það er svona stækka, hann er alltaf að fjölga í óvinarliðinu og þeir eru farnir að standa saman eins og við sögðum hérna í gær. Já, við töluðum það líka í vikunni að í sambandi við Indland, að Trump var líklega að rekja Indland upp í fangið á Kína. Það var svona máorðað þannig, ég held að verði aldrei almennilega þannig. Ég ætla að vísa hérna í fréttaskýringu á Vísi, að því að við stundum vanta samhengi í umfjöllunum Úkrænumál og hvað friðurinn er, hvers konar friður er líklegur, hver er raunverulega staðan á vígvellinum, eru Rússar að vinna á vígvellinum og hversu hratt og annað slíkt. Þannig að Vísi tók saman fréttaskýringu sem bara gerist ekki mjög oft, sem að mér finnst vera bara balanseru og fín. Virkilega fín. Bara að vísa það. Herðu, en Þorgerður Katrín, hún var í viðtali á Stöð 2 þessi mál. Já. Og sko, hún er bara með sömu línu og verið hefur að Rússar eru árásaraðilinn. Þessar árásir sýna það að þeim er ekki treystandi. Þeir hafa engan vilja til þess að semja. Eina leiðin er að auka þrýstingi á Rússlands með því að auka viðskiptaþvinganir. Það er bara stutt í það að Putin fellur niður á hnén vegna þess að stríðsreksturinn hann hefur ekki þrótt til þess að halda honum úti. Og þá líklega er vonin það að gæfan á vígvellinu snúist Úkraínu í lið, þannig að það verði samningsstaða til þess að Rússar fá ekkert út úr þessari innrás. Ég er svona aðeins að setja grín, þetta er bara í þessu samhengi. Þetta er eins og forskrift bara von der Leyen og samkvæmt forskrift von der Leyen og Evrópuleiðtogana. En ég fór að velta fyrir mér það sem að gerist síðan alltaf. Það er í einhver samræmi við þetta. Það búið að segja okkur þarna að Rússar séu að geta þeirra til þess að halda út í hernaðinu séu að bresta. Já, en það gerist ekki. Það frekar öfugt, sko. Þeir séu búin að missa 1 milljón hermenn
Það er það sem er sagt þarna og þá er sagt að það séu 100.000 í Úkraínu. Trúir þú því? Nei. Ég ætla að segja allt aðra tölu. Hún er svona 300.000 til 400.000. Já, ég veit ekki hvað rússar eru búin að tapa mörgum, en ég trú ekki þegar Evrópumennina segja að þeir rússar sem búin að tapa svo mörgum að þeir séu að vera uppseltir. Allir sem er að tala um þetta út frá svona herfræði eru það annars vegar með þjóð sem er 5 sinnum eða 6 sinnum fjölmennari heldur en það er 2 þjóðir í stríði, önnur er 6 sinnum fjölmennari. Það er ekki hún sem að mun skorta mannafla. Og það kom meðal annars fram í fréttaskýringunni Vísi sem er ekki oft fjallað íslenskum fjölmiðlum að Úkraína með miklum erfiðleikum með að manna herinn. Já. Það er bara þannig. Og það er sama hinum megin. Þeir eru að taka svona dreifðri byggðum, það sem er mikið atvinnuleysi og hallari. Þeir eru nóg af svoleiðis, miðað við Úkraínumenn. Nóg af mannskap í dreifðri byggðum. Þeir sækja út á landsbyggðina, það sem er svona kannski atvinnuleysi og örbrið og borga þeim góð laun. Og þetta hefur komið fram. En ef einhver ætlar að bíða eftir því að Rússar get ekki manna sinn her, að þá mun það gerast nokkru fyrr að Úkraínumenn mun ekki geta. Þannig ef þetta hverjum blæðir út fyrr, að þá myndi ég frekar veðja á Úkraínumenn. En þetta er alltaf, mér stöndum vanta skynsemi, bara einhverja raunsægi á bakvið yfirlýsingar Evrópuleiðtoganna. Þessu svolítið tengt, þetta frétt sem er á nútímanum sem við vitnum ekki oft í. Ég sagði nú frá þessu að hann var handtekinn einn af þessum eftirlýstu mönnum. Það eru Þjóðverjar hafa lýst eftir mönnum sem eru taldir hafa sprengt upp Nord Stream. Það var handtekinn á Spáni og fluttur til Þýskalands og nú hafa þeir birt nöfn allra þeirra sem eru taldir hafa framið þetta skemmdarverk og það er allt Úkraínumenn. En þessi frétt er ekki nema á nútímanum. Hvers vegna er þessi frétt ekki víðar? Þið munið þegar hún var sögð þegar þetta var sprengt að þá var þið fullyrt að Rússar hefðu gert þetta. Það voru mörg kastljós sem voru það, íslenskir ráðamenn og öryggisfulltrúar sem voru að segja við þurfum að gæta okkar sæstrengjum og þess að Rússarnir, þetta væri hernaður Rússa. En það vissuð allir að því að mér fóru mjög fljótlega í gang. Fréttir svona kannski ekki alveg í stærstu miðlunum, en svo hægt og bítandi. New York Times fyrir löngu búið að viðurkenna að það eru Úkraínumenn sem gerði þetta með stuðningi Bandaríkjanna. Það eru allir svona stærstu fjölmiðlar í heiminum búin að viðurkenna það. En íslenskir fjölmiðlar hafa ekki gert það. Af því þeir eins og þetta er sama á með lýsingarnar á 7. október þar sem að voru budget í grill og skorin út úr konum og allt þetta. Löngu komið fram að þetta var lygi en það er stóru fjölmiðlar í Íslandi hafa aldrei leyft þetta. Aldrei. Það hentar ekki öllum Við höfum verið svolítið að reyna að setja þessa hervæðingu Evrópu í svona samhengi við rauðaborðið í ýmsum viðtölum það til hvers það getur leitt að vera með þessa 5% kröfu að 5% af landsframleiðslunni fari í hernað sem er 10% af landsframleiðslu, 10% af ríkisútgjöldum í flestum löndum. Hérna er grein sem að segir að þeir kallar þetta Center Left sem er eiginlega sósíaldemókratarnir. Þetta er mynda Frans Timmermans sem er nú einn af ég held að segja svona umhverfisstjóri í Evrópusambandinu. Þetta er krati frá Hollandi. Að segja að þessu í einhverju afneitun, gagnvart hvaða afleiðingar þetta muni hafa á samfélaginu. En þetta er bandarískt tímarit. Þetta er bandarískt tímarit sem er gefið út af svona sósíaldemókrötum í Bandaríkjunum sem eru svona vinstra megin við demókrataflokkinn. En ég sé þessa umræðu hvergi gangi í Evrópu hvert það muni leiða ef við tökum 5% af landsframleiðslunni og setjum í hernað. Þá verður við líklega að taka það úr grunnkerfunum okkar, annaðhvort í minni innviða uppbyggingu sem er ekki hernaðleg, eða við drögum úr velferðarkerfinu, eða menntakerfinu, eða heilbrigðiskerfinu, aukum gjaldtöku þar, eða verðum með meiri. En Bandaríkjamenn, þeir eru nógu langt í burtu til þess að velta þessu fyrir sér. Þetta eru þarfar bollaleggingar. Já, sem við verðum eiginlega að halda áfram og mér finnst sorglegt hvað íslenski ráðherrarnir eru ekki spurðir með þetta, mann sér þetta svolítið í Þýskalandi. Þeir segja við ætlum að auka herútgjöldin, þeir eru ekki spurðir að hvað ætla að taka á móti. Það reyndar aðeins byrja að koma núna eins og við bentum á í gær, þar sem kanslarinn er að segja að það muni við þurfum að endurskoða velferðarkerfinu. Íslensku ráðherrarnir segja við samþykktum að láta 1,5%. Og svo segja að margt að þessu gerum við hvort sem er ekki rétt. Ég held að sé mestarlega 1/3 af þessu sem hægt að segja það En hvar ætlaði að fá peningin?
Og við erum að fara núna í gennum fjárlög og mér finnst eins og herútgjöld fái alltaf svona sér afgreiðslu. Þú mátt auka útgjöldið þar og þarft ekki að segja hvernig það þarf að fjármagna það, sko. Af því að þetta eru bara nauðsynlegar aðgerðir sem við verðum að gera. Já, en kemur ekki fram bara í fjárlagafrumvarpinu? Já, það þarf að koma fram. Það er aukin herútgjöld og svo hvað er alltaf á peningin. Já. Og þau ætla að skila góðum afgangi, þannig að annarkvort skera það niður. 27 eða ekki? Það lítur að vera niðurskurður. Já, þeir ætla að vera með betri afkomi allavega. Annarkvort þurfa þeir að skera meira niður til þess að eiga fyrir herútgjöldunum eða leggja á skatta. Já. Herðu, ég skaut inn að því að vera að tala um þetta með sósíaldemókratana í Evrópu. Það er frá Metro. Þetta er nú kannski blað sem er drift í járnbrautastöðum í Bretlandi. Þetta er Keir Starmer. Það er vinsældamæling á honum. Hann er með 20% Breta sem treysta honum. Já. Hann er kominn fyrir niður í það sem að Bjarni Benediktsson var með hérna á Íslandi. Já, það er ekki niður í Bjarnafylgið. Já, það er svona þegar maður svíkur kjósendur. Bretar upplifa sig mjög svikna af Keir Starmer og ég held að það sé nú bara ekki á ósöngju. Það eru þetta orðið óbærilega erfitt fyrir bara venjulegt fólk að búa í Bretlandi. Það er orkuverður upp úr öllu hófi, húsnæðismarkaðurinn er einhvern veginn í algjöru lamassassi, leiguverð er alveg hörmulega hátt og svo er bara matarverð og uppleið og Bretar... Stjórnvöld geta ekki gripið inn í vegna þess að svigrúmi sem hafa, þau ætla að nota til þess að auka hernað. Já, svona líka, ég meina, þeir eru farnir að auka í sjóherinn, svo ummunar, ég held að þeir hafa verið að bæta við sig 2 ef ekki 3 svona risastórum skipum þar og þannig að Keir Starmer er alveg, já, hann Ég held að sósíaldemókratar í Evrópu séu ykkur sjálfsmorðsleiðangri í þessu máli. Já. Herðu, en að því ég nefndi vinsældirnar, ég nefndi það stundum að þegar Nixon flaug í þyrlunni frá Hvíta húsinu, að þá var 24% landsmanna sem studdan. Þannig að þú ert komin í 20%, þú ert komin í svona... Niður fyrir það. Já, en það Macron er líka og allir leiðtogar Evrópu nema Meloni í Ítalíu sem er vinsæl í sínu landi. Og Kristrún Frostadóttir. Og Kristrún Frostadóttir er einhverjum stjarnfræðilegum vinsældum. Herðu, það kom vísitala, það voru fréttir. Já. Það var miklu lægri, lækkaði á milli mánaða. Já, hvað gerir það? Já, ég er með gröf sem að sýni það sem að hefur ekki matarverðið. Þetta er það sem að hækkaði síðustu 12 mánuðum, það er matur og drykkjarvörur, áfengi og tóbak og húsnæði. Og ég hef rætt þetta við þyrftum eiginlega sér vísitölu fyrir lágtekjufólk sem eyðir öllu sínu peningum í húsaleigu og sem hefur hækkað meira heldur þetta. Og mat. Síðan hvað er það sem hefur lækkað undanfarnir 12 mánuðum, næsta graf? Það eru húsgörn heimilisbúnaður, svo ferðir og flutningar og hótel og veitingastæðir. Já, þetta er bara eitthvað sem ríkt fólk nýtir sér. Já, mér finnst þetta benda til þess að það sé samkeppni kannski í túrismanum. Í túrismanum vissulega. Það er ekki samkeppni í þeir sem selt þessum viðkaupum, í matinn eða í bensinstofunum eða í tryggingunum. Það er bara þegjandi samkomulag. Það er eins og að sé... Og það sem að lækkaði vísitölunum núna var fyrst og fremst lækkun ferða. Ég er með annað grafhand ykkur að þið eru svo gaman af svona. Þetta bjóð ég til sjálfur. Bláa súlan er verðbólgan og þið sjá hún er á leiðinni niður og svo sett ég inn stýrivexti Seðlabankans og þá er mismunurinn þegar að rauða súlan sem er stýrivextirnir er fyrir ofan að þá eru raunvextir háir. En ef það fyrir neðan þá eru mínus raunvextir. Og ég man að þegar við vorum að ræða þetta þá sagði ég að Ásgeir Jónsson hefði sagt einhvers staðar að þeir sem að væru að sligast undan vöxtunum núna gætu nú hugsað til þess að þeir höfðu haft það ansi gott meðan að vexti voru lágir. Og þá er hann að benda fólki sem er að kaffærast þarna í háum raunvöxtum nær okkur á grafinu að benda okkur á að ordna sig við það að þau höfðu nú betra þarna þegar voru kannski 4% neikvæðir raunvöxtir stýrivaxta. Það var allt annað líf. Allt annað líf. Fyrir suma. Herðu, en fjármálaráðherra var í Mogganum í morgun þegar þessa tölu komið fram. Við vorum við frétt af því. Hann ætlaði ekki að fagna þessu alveg strax. Enda ég held að lækkunin á flugfargjöldum var miklu meiri heldur en fólk reiknaði með.
sem við ætlum kannski að fá Kristján Sigurjónsson til þess að greina fyrir okkur hvort það sé orðin aukin samkeppni í flugbransanum. Ég held að það sé eitthvað þetta núna hjá þeim. Já, en ff7.is. Já, við kannski heyrum í honum áður við förum að tala meira þetta. Það eru svona tilkynningar, Fiskistofa kom líka með tilkynningu, það verið að deila út aflanum. Já. Þetta gat maður fundið á Ísland.is, þeir eru ekki lengur með svona venjulega heimasíðu sem mjög leiðilegt, það voru svo góðar upplýsingar þarna. Nú þetta orðið meira... Ertu að segja að Fiskistofa sé búin að loka heimasíðunni sinni? Maður bara vísaði yfir á Ísland.is sem frekar erfið síða. Og af því að ég gat oft farið inn sko venjulegum degi í gamla daga, eða kannski bara í fyrra, þá hefði ég farið inn á síðun og náð miklu fleiri á listan af því að fréttin ekki þetta sem á listanum. Af því að Samherji á í síldarvinnslunni sem á í Vísi. Þannig að maður færi eiginlega ekkert heildarmynd nema að hafa kannski svona 20 stæðstu. Það byrtist bara 5 og þá fór ég og skoðaði 200 miljónir á mokkan og þeirljóðdagurumyndan, fiskifrétti þeirljóðdagurumyndan, það var eiginlega engin með svona almennilega fréttumynda. Nei, ég geti sagt þér að Fiskistofa lokaði vefnum sínum 2022, 28. október. Þannig að Við ættum að flagga í hálfastöng þann dag. Já, ég myndi að segja það. Hvurslags þetta? Við höfum náttúrulega að hafa aðgengi að upplýsingum. Já. Það er bara að vera að skrúa fyrir. Ég er bara að læra á Ísland.is, kallaði mínir. Þetta mjög þunglamalegt og aðstæðanlega. Nei, ég er alveg sammála. Ég á mjög erfitt með Ísland.is og ekki ég gömul. Samherji á sko í síldarvinnslunni, síldarvinnslan á allan Vísi og svo erum við útgerð í Eyjum sem keypti Magnúsi Kristinssyni og samanlagt þetta 17% held ég síðan þegar ég reiknaði sko. Já, og svo Guðmundur okkar í Brimi, hann á útgerðarfélag Reykjavíkur. Þannig að þessi listi að byrja bara 5 segir eitthvað svo. Svo sá ég að RÚV var að segja það frétt og eru bara með þess að 5. En þá fóru þeir að tala eitthvað upplýsingar eignir, raunverulega eigendur og eitthvað fleira. En það var engin blaðamaður sem ég sá að næði einhvern veginn að koma með þessa frétt. Þetta er náttúrulega stór frétt á hverju ári þegar það verið að deila út þarna sko ótrúlegum verðmætum sko. Ótrúlegum verðmætum. Herðu, en ég ætla að vísa í þetta er sama geran og í viðskiptablaðinu þá mætti sá sem samkvæmt listanum hæstur. Segir hann þetta? Guðmundur í Brim. Já, hæri vil leiða óhjákvæmlega til fækkunar starfa. Þetta held ég að geta ekki gengið upp sko. Nei. Það verður að gera alltaf sama fiskinn og þessi færri fiskar. Það er að veiða, það er að vinna, það er að selja. Það er ekki færri fiskar, hann er að tala um veiðigjöldin, að þau trufli þetta. Já. En ef hann ætlar að sækja fiskinn, hann gerir það ekki með færri sjómunum? Nei, hvað ætlar bara að hafa, það er nú búið að fækka til þess á uppsjávarskipunum svo þessi bara 7 á þessu og ætlar bara að hafa skipstjóra og kokk. Það er sko minni kvóti sem að gæti orðið til þess að störri fækki. En hann fær kannski minni arð, hann fengi helvítið mikinn arð, hann auðgast mjög hratt þessi maður. Hann má aðeins hægja á því að hann fara að gráta. En hins vegar, það er eitt sem að geti verið í þessu í honum. Veiðigjöldin eru þannig að þá verður að minna arðbært að vinna fiskinn á Vopnafirði, Grandir stór þar, eða í Reykjavík og ég ætla bara að fara og kaupa mér einhverja vinnslu í Póllandi og vinna meira þar. Það gæti verið að segja það. Já, það er nú svo auðvelt að skrúa fyrir það. Nei, þú fer ekki að fara með uppsjávarfiskinn alla leið til Póllands. Það er bara, hann er ónýtur á leiðinni. Það er ekki hægt. En þetta er bara væll, sko. Þetta er bara væll. Þetta er ekki hægt. Við getum alltaf sagt að megi ekki flytja út nema þetta og þetta að óunnum fiski. Ef við værum með stjórnvöld sem að gera það sem þau geta, nota vald sitt. Það er ekki alltaf þannig, sko. Nei, núverandi stjórnvöld hafa farið á móti þessum herrum. Herðu, ég ætla að vitna núna næst í New York Post sem að mér þykir alltaf vænt að því að þegar við vorum að endurreisa pressuna á síðum tíma og stálum við svolítið svona útliti úr New York Post. Þetta er svona svolítið svakalegt blað. Þetta er mjög skemmtilegt blað. Þetta er svona ekstra blað í Danmörku. Það eru nokkur blöð í heiminum sem að hafa svona afgerandi skemmtilegan karakter og New York Post er eitt af þeim blöðum. En þetta er náttúrulega ömurlegt mál. Þetta er við tölum í gær. Skotárás í skóla í Minneapolis. Einmitt. Robin Wessman og hún er
non-binary manneskja samkvæmt eigin skilgreiningu, en nú ekki það skiptir nokkur máli, þetta bara manneskja sem að fór og fjöldaskaut og drap börn í kaþólsku skóla. Við tölum þetta hérna þessi gæri mitt og þá vorum við svona velta fyrir okkur hvað var ástæðuna fyrir því að fólk færi. Ég var að draga úr því að þú varst að segja að það væri eitthvað svona hattursklöpur og ég sagði nei, þetta getur alltaf verið bara geðsjúklingur, sko. Já, veistu það, ég þekkir ansi marga geðsjúklinga, sko, og maður þarf náttúrulega að vanda sig svolítið. Já, ég er ekki að tala geðfatlaður maður, ég er að tala eitthvað sem hefur bara tapað áhrifum í lífinu. En maður er alltaf að leita þetta skýringu, hvers vegna í ósköpunum og hvað er það sem fær manneskju til þess að rekur manneskju á þann stað og hún ákveður að gera eitthvað svona. Og þetta virðist hafa verið mjög skiplagt og samkvæmt öllu þessum YouTube-vídeóum sem var hlaðið upp þarna í aðdraganda árásarinnar. Sem hún gerði? Já, sem hún gerði og þá var þetta bara skiplagt og eitthvað sem að viðkomandi var búin að vera skipulagt mjög lengi. Hún virðist hafa átt þarna í einhverju svona vanda, skilgreiningavanda með sjálft sig, kemur út sem transkona, dregur það síðan tilbaka, segist vera það sem kallað er non-binary, það sem að upplifir sig hvorki hann eða hún, heldur einhvers staðar svona á milli, en tala líka það að það væri ofboðslega dýrt að fara í aðgerð til þess að ná fram svona kvenlegri einkennum í andliti og annað. En talar svo dálítið sitt á Breivik. Það talar dálítið sitt, sko, hérna og þeim sem sprengtu upp FBI-bygginguna, og fleiri svona fjöldamorðingja. Hún er á móti Trump. Akkurat. Hún er á móti Ísrael. Og það sem er áhugavert hérna í þessu, og það sem að mér þykir mjög áhugavert, er að núna keppast svona. Þess að hún skrifaði á vopni sín, það er eiginlega. Ég veit ekki hvað en þetta er bara hitt og þetta, sko. Það voru miklu fleiri svona myndir. Gyðingahattur og einmitt eitthvað svona drepum Donald Trump og svo þetta, sko, þessi fantasía að vera, sko, vondikallinn í augum þessara barna. Svona, þetta er einhvern veginn, þetta lýsir mjög sjúkum huga. En það sem að mér þykir áhugavert í þessu og það sem ég var að tala hér í gær með þessa polariseringu og hvernig við þurfum að passa okkur, hvernig við tölum inn í samfélagið, að því við megum ekki vera alltaf að ala á hatri í garð einhverju hópa vegna þess að það er alltaf til manneskja þarna sem tekur mark á okkur og tekur þetta svo skrefinu lengra og það sem að mér þykir áhugavert í þessu núna er að ég tek eftir því að það eru miðlar sem að eru svona hægra megin á spektruminu, þeir keppast við það að kalla þetta svona transaktivista skotárás og þarna erum við, sko, aftur. Já, það er náttúrulega hluti af þessu leik er að koma þessum skítalabba yfir í hinn hópinn. Já, en í staðan fyrir að við tökumst á þetta bara sem samfélög eða bara jarðarbúar, tökumst á við það bara hvað er það sem að rekur mannesku til þess að gera svona lagað sama hvar hún skilgreinir sig á hinu pólitíska eða kynjaspektruminu. Það ætti í rauninni ekki að skipta máli. Við sjáum það eru greinilega alls konar fólk fært að gera svona hluti en hvers vegna gerir þetta? Það maður segja Breivik til dæmis að það er náttúrulega hans hægri öfga hugmyndir, þær eru vandamál en þær ekki nóg til þess að búa til þetta skrýmsli sem hann er. Það það sem ég er að segja. Kannski eitthvað af þessu skrýmsli sem hann er hluti af einhverju samfélagum sem við verðum kannski að adressa. Og samfélög verða aldrei sterkar en veikasti hlekkurinn. Þannig að við þurfum bara að horfast í augu við þessi skrýmsli, sjálftitluðu skrýmsli í sögunni og í bara nútíma, samtímasögunni og til þess að við getum einhvern veginn tekið utan þetta vandamál og við þurfum að einhvern veginn að uppræta þetta. En ef eitthvað sem fer inn í skóla og skýtur drepur börn, er hann ekki bara skrýmsli? Það er ekki að segja að hann skilgreinir sig sjálfur sem skrýmsli, við ekki bara kalla hann skrýmsli. Já, þetta var allavega mjög skrýmslega hegðun. Við getum alveg ég meina að það getur vel verið að þetta hafi verið óbúslega góð manneskja. Já, þú veist, ég veit ekki. Mér finnst erfitt að kalla fólk skrýmsli. Það er vissulega viðbjóðslega, þó það gerir viðbjóðslega hluti. En já. Já, við höfum rætt þetta jáfnvel þá sem fremur hryllilega viðburði og er í sálarháska hann á rétt á ykkur í auðvitað. En það er annað sem ég rak augun í þessari sömu frétt en það er með þessa svona fjölda
hvað kallar þetta, svona skotárásir, að 246 manns hafa dáið í svona fjölda skotárásum það sem hafið þessu ári í Bandaríkjunum. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er rosalega vel. Já. Þetta gerir stundum annars staðar. Þetta hefur gerst í Finnlandi, þetta hefur gerst í Ástralíu, þetta hefur gerst í Kanada. Ekki líkingu við þetta. Nei, það er þetta aðgengi. Í Ástralíu var Christchurch, það var hryllilegur. Já, það var hryllilegur, en fjöldin er sko... Það var ekki eitthvað sem lappaði inn á hommabar í Oslo bara fyrir árið síðan. Og kannski mannfallið og mikið og þú veist, alveg í samanburði við þetta, bara svipað, en það er þessi tala 246 mann sem hafa látið lífið í svona skotárásum, þar sem að einhver manneskja sem að á bara, ég veit ekki hvað það ger fyrir þeim, við þurfum að skoða svoleiðis betur hvað það er sem rekur manneskju til þess að gera svona hluti, en það eru 250 manns sem er ekki lengur. Það er mikið hatur í heiminum sem að finna sér farið. Einmitt, og við þurfum einhvern veginn að ná utan það og það verður ekki gert með meira hatri. Það eru glæpamenn líka á Íslandi, þeir eru að nota gagnaverin einna, það er nú verið bent á þetta. Þetta eru einhverjir sem eru að svindla, sko, er ekki að svindla, þeir eru að nota, sko, að því að Bitcoin er náttúrulega þekkt fyrir það, þetta eru aðalega langstæðstu hluta glæpamenn sem nota þetta. Og móðgast þeir sem eru í Bitcoin, en þannig er það bara. Þetta er svo svipað þegar maður segir að langmestu hluti allri nettrafík í heiminum er klám og það geta móðgast við því, þá þú sért einhver tölvumaður. En þannig er það bara. Og þetta er verið að nota íslensk gagnaver og það var eitthvað svona aðstoð við rannsókn okkur máli, þar sem að var verið að fela peninga í þessum gagnaverum okkar. Já, það var út í Englandi þegar ég bjóð þar, þá voru komin svona Bitcoin hraðbankar, þar sem gæst breytt Bitcoin í pening og öfugt. Og þannig að geta pulsu og Já, og gæst tekið út bankanum og já, það er ekki, ég hef ekki svo lesið. Hvorugt hef ég skilið, hvort í Bitcoin, hvernig þau geta þegið. Sigurður, þú manst eftir að þegar maður var á DFF í gamla daga, að þá mætti maður á mótnana og þá hafði maður svona klukkutíma á korter kannski til þess að finna einhverja svona góða fyrirsögn. Því að sjálfur sér lá blaðið fyrir, sko. Við gátum alveg að gefa blaðið sem það var, en við vorum bara alltaf að reyna að gera það betur, svona kasta okkur fram í lokin að gera eitthvað vel. Og þá hringdi maður oft í stjórnmálamenn og reyndi að fá svona góða fyrirsögn út úr þeim. Svoleiðis fyrirsögn var í dag á RÚV sem að Halla Hrund gaf, eins og að Kristas af og rúsínu að standa við skuldbindingar í loftslagsmálum. Þetta er ekta svona snjall stjórnmálamaður að orða hlutina vel. Já. En það fær hún fyrirsögn eftir fyrirsögn, hún var bara held ég á Mogganum líka og með þetta sama kvót, þetta var vel gert hjá Halli Hrund. En núna er góðið að ræða orkumálin og ég var að tala við hana hvort hún var ekki til að koma í sinni Egils á sunnudaginn, við sjáum til hvort það verða því. Ég er með frétt frá Bæjarins bestu, það er innviðaþing jarðgangaframkvæmdir og það er hann Eyjólfur Ármannsson, við tölum þetta meira minni í gær, sko. Þannig að ég tók þetta með að Vestfirðingar hafa líka á göngu, þeir eru svona búin að fá ansi mörg. Og Austfirðingarnir. Já, en svo tók ég mynd úr Kastljósi kvöldsins. Nú? Já, þar var nefnilega að vera að fjalla þetta. Ég held að það sé já, þetta er Kastljósið. Þarna eru samankomið Sigurður Hannesson og hún er framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og svo er hann Ólafur Sigurðsson sem eru birt að lífeyrissjóði. Þau eru að tala svona einkaframkvæmdir. Hvernig sé hægt að breyta til þess jarðgangagerð yfir í svona verið fyrirtæki sem verið fjárfestar. Við höfum svolítið talað um þetta með Ölfusárbrúna sem er talin að hún verið okkur tvöfalt dýrari af því hún er búið að þröngvinni ofan í einkaframkvæmd í staðinn fyrir að bara ríki gera þetta. Af því að ríki getur fengið lægri vexti heldur en einkaaðilinn og ríki þarf ekki að borga arð. Þannig að ef þú ert með þetta einkaframkvæmd þá er bæði lánið sem er oft kannski 90% af fjármögnunum lán og ég held að hafi komið fram í Kastljósi að á sínum tíma var eiginfjárframlagið í Hvalfjarðargöngum var 2%. Þannig að 98% var lán. Þannig að ef þú ert með einkaaðila sem borgar hærri vexti það telur svolítið inn og svo þarf hann að fá arð að þessu og fleira. Þannig að þetta tókst mjög vel á speli. Já, það var sett svona kvaðir á því að þetta vera 15% arðsemi eiginfjár, þau voru eitthvað, hann var að segja þarna frá Birtu að það veri of lítið. En mér langaði að bendi, ég tók þessa mynd þarna meðan þau voru þarna inni,
mér finnst þessar svona nýfrjálsíu hugmyndir sem kom frá viðskiptaráði eða samtökum iðnaðarins svona að við ríka fólki verðum nú að fá eitthvað kött sko út úr menntakerfinu, út úr heilbrigðiskerfinu, út úr vegakerfinu og út úr öllu, við þurfum eiginlega að eiga ÁTVR og RÚV og allt þetta, taka allt úr félagslegri eign þannig að við verðum að eiga þetta. Ég er alveg svolítið leiður á þessu hvað þetta fær Kastljós undir sig bara einu sinni tvisvar í viku. Kallar að tala um peninga? Kallar að tala um peninga? Kallar að tala um að við eigum að peningara? Herðu, það er RÚV með frétt sem við erum líka búin að vera fjallum, það er háa öruggu, hvað segir maður, tíðni. Já. En það er líka ekki bara verið að fjalla það, heldur verið að fjalla það eru breytingar núna 1. september, það sem eru breytingar á almannatryggingakerfinu sem á að ýta undir atvinnuþátttöku öryrkja. Þetta var ekki gert í samvinnu við Öryrkjabandalagið og þannig er hún að benda á það formaðurinn að það sem að vanta til þess að þetta geti gengið upp, það er að fyrirtækin og stofnanirnar séu undirbúnar að taka við öryrkjum í vinnu sem hefur ekki verið vinna vilji, heldur þvert á móti sem ég held að við vitum alveg að það er eiginlega meiri, það er svona minna þol fyrir að starfsfólki sé eitthvað að því, það sé ekki alveg fullkomið og svona hugmyndum hvað er ídeal starfsmaðurinn, allir reyna að fylla upp í það mót og þá hrynur í burt stundum bara fólk sem er bara orðið og gamalt ef að fólk missir vinnuna kannski á 60-aldri, þá er bara fólk atvinnu laust af því að hugmyndi fyrirtækjana ídeal starfsmannin er eitthvað svona sem er sjá í einhverjum. Já, og svo er þetta auðvitað með þessa breytilegu prósentu á örorku, þannig að hún geti verið svona sveiflukend og stundum ertu með 100% örorku aðra daga eða aðrar vikur, aðra mánuði ársins ertu með 75 og akkurat og þetta kerfi á að taka tillit til þessa. Þetta er eitthvað sem en fyrirtækin eru ekkert að gera þetta og ég er alltaf að mæla með viðtalinu okkar Þórdísar Bergleifs, við fórum yfir þetta fyrir viku síðan. Virkilega gott viðtal. Við skulum halda áfram að tala um þetta mál af því að 1. september er á mánudaginn. Við verðum með rauða borðið á mánudaginn, kannski verðum með umfjöllunum þetta þá. Herðu annað svona eitt svona langvarandi deilumál, Inga Sæland stígur inn í það og hún er að tala þarna það er sem sagt hluti af fæðingarorlofinu bundið karlinum, getur við sagt. Báðir foreldrar verða að fara í fæðingarorlof og það verða að skammta þeim út og ég held að það séu 3 mánuðir sem má ekki flytja á milli kynja. Einstæðir foreldrar sem oft eru konur segja sér svo að við viljum bara fá þess að 3 mánuði því að pappinn, þú sinnir ekki barninu sko, hann er ekkert að fara þótt að hann tæki þess að 3 mánuði þeir þá bara gera það líka og eitthvað svona en það má ekki og það okkur má ekki til lengri tíma að þá er það lykilatriði til þess að sko fæðingarorlofið gangi upp er að karlarnir taki það því að hægt og bítandi mun það auka svona þáttöku þeirra í uppeldinu sem að mun leiða til meira jafnréttis. Já, það sem er rétt eftir að jú, svona sirka bát, en það sem er ekki hugsað er að sko það er réttur barna til foreldra sinna og samneytis við foreldris á fyrstu árum lífs bara og sko réttur barna til þess að vera með foreldrum sínum hann á ekki að einskorðast við kynforeldris að mínum að ég meina það hlýtur að vera sami öll börn hafa í sama rétt og ef við ákveðum að fæðingarorlof sé bara hendut fyrir börn svona x langur tími þá eigi börn bara að fá þann tíma með einhverjum fullorðnum forráðamanni í sínu lífi. Tilfelli, með 3 mánuðina sína sem má ekki flytja á milli hann bara sinnur sig ekki, hann hefur bara enga er þetta barn, þá búið að svipta þetta barn ákveðnum rétti. Þannig að þú vilt leyfa móðurinn hafa þetta. Þú og Inga Sæland eru sammála. Já, við erum það. Herðu, þá fyrir við til Gaza. Það er fréttir það að Gaza borg er bara orðin á ösku. Og það er hungursneyð. Og þeir sem að deyja úr hungri að fjöldi þeirra vex, þannig að skiljanlega, sem að því lengur sem að hungursneyðin varir. Og bjargir allt í kring. Þetta var bara, við byrjum að sjá fréttir af því að hungursneyðin, að það dóu kannski 2 sólhringur úr hungursneyðinni, síðan urðu þetta 6. Núna erum við farin að sjá tölur eins og 16, 21
og 30 á einu sólarhring og svona muni þetta gerast vegna þess að við erum komin langt fram yfir svona afturkræfan skaða. Við erum gengin of langt hérna með hungursneyðina á Gaza og þetta fólk mun, ef það lifir af fyrir einhverja mildi, þá verður það aldrei samt vegna þess að það verður mikið fatlað, mikið heilabilað og þar fram til göttunum. Við vorum með frétt daginn sem var svona að vísa á það að þeir sem slasast þeir fá enga aðstoð af því að heilbrigðiskerfin eru hrunin. Þannig að þeir ná sér ekki. Þannig að þú veist fólk sem með eitthvað svona mein þar sem að fóturinn á þér hefði kannski verið tekinn af þér en það er ekki hægt að gera það, þá bara getur ímyndaðir hvað það getur haft. Það er önnur frétt sem ég held að RÚV hafi líka verið með þetta og eiginlega margir verið með þetta að það er farið að ganga svona lömunar smitsjúkdómar sem eru sprottnir af því að holræsakerfið er farið. Þannig að við erum komin á svona ástand eins og var kannski í borgum hérna bara fyrir miðja 19. öld Það sem að getur bara grassirað upp einhverju hryllilegir smitsjúkdómar sem að taka sinn toll líka Já. Þeir læknar á svæðinu sem ég sá viðtal við í dag, þeir töluðu að það væri vegna þess að þeir hafa ekki, þeir hafa hvorki aðstöðun, tæki til þess að greina það sem að sé nákvæmlega í gangi, þá viti þeir ekki, þeir geta lýst einkennunum og hérna það er hægt að velta fyrir sér eða svona nokkurn veginn staðfesta það sem að, en þeir geta ekki sagt fyrir víst hvort þetta séu nýafbrigði og hvernig þau breiðast út og hversu hratt og ákveð það leggst. Þannig að við gætum verið að búa til þessuna einhverja nýja hryllingssjúkdóma þannig inn án þess að nokkur geri nokkurn skapaðan hlut. En landsleikur körfuboltaliðsins íslenska tengist þessu máli? Þeir voru að spila við Ísrael í gær. Já, ég horfði á fyrri hlutana þessum leik. Það er náttúrulega fleiri en einn hlið á þessu máli. Þetta var landsleikur tveggja þjóða sem er opnunarleikur Íslands í Evrópumeistarmótinu, úrslitakeppninni og það er Ísrael og þá er það bara hvað á að gera? Hvað á að gera? Þeir ákvaða að spila leiki. Já. En Sumir segja að þeir hefðu ekki átt að gera það. Já. Þá segja en við bara gerum það og þá bara gerar það með þá skömm frá stórum hópi fólks sem lítur á að þeir hefðu þó allavega átt að vinna. Var það ekki? Konurnar sluppu með það. Hérna. Já, það er björguðu með því að vinna í Ísrael. Já, en svo er það eins og þeir segja þetta er margra ára draumur og undirbúningur. Það er bara já. Hvað er þessu margar ára draumar sem að kaffærast á Gaza núna? Já, það eru sjónarmið þeirra. En þeir voru bara arfa slagir. Ég er andmann að það sem að þeir sem er að gagnrýna og segja að við höfum að taka þátt í sniðgöngu, segja það að þínir persónulegu draumar einhvern svona árangur og bara bliknar við hliðina þessu. Við getum metið alvöru málsins. En svo var liðið bara lélegt. Það var til dæmis Martin Hermannsson sem á að vera okkar svona besti maður, hann skoraði bara 4 stig og hann tók skot eftir skot á hans að hitta. Ég tók hérna frétt frá Víkufréttum með svona sæt svona því að stundum er sjónarhornið. Þetta er ekki maðurinn. Okkar maður. Þetta er ekki Elvar Már. Nei, þessi heitir eitthvað allt annað og spila með Val. En Elvar Már er þeirra maður á Suðurnesjum, ekki? Já. Það er oft sem að þeir eigi ekki mynda honum sem er ekki mynda sínu manni. Nei, getur ekki verið. Elvar Már var stigahæstur en svo að þeir voru að horfa á þetta þá var þess að hvar væru við ef við ekki Tryggva Hlínarsson. Ég er ekki nóg mikið í þessu. Hann er vel á 3 metra. Það er betra í körfubolta að vera stór. Ég veit það. Hann náði 14 frákvæstum eitthvað svona. En lifa lélegt. Kannski hefur þetta verið þingandi að gera þetta, spila hann leik? Ég veit það ekki. Örugglega, og ég meina, kannski var þeim bara hefnast fyrir það að hafa farið þarna af stað. Kristi Hrafnsson var einn af þessu sem var að gagnrýna. Hann skrifaði á Facebook og einhverju tók þetta upp. Hann var að kvarta yfir einni fyrirsögn þar sem var eitthvað sem var mjög dramatískur að hann væri bara held í valla eftir og var að fara heim. Og Kristín lét svona eins og hann haldi fyrst hann væri að tala um hann hefði grátið að skömm en það var ekki. En það var bara því að hann langar svo að vera með.
Nei, þetta var lélegur leikur allavega. Já. Herðu, það frétt Morgunblaðinu í morgun, það Valur vill leigja út bílastæði og íbúðalóð, þetta rétt hjá sem var byggt á Valsvæðinu, Hlíðarenda hverju þetta kallaði ekki, og það komið fram að það eru ekki mikið af bílastæðunar og það auðvitað að fá gesti og svona, það auðvitað alltaf fermingaveislu. Þannig að Valur ætlar að nýta þarna svæði og græða á því að reka bílastæði sem að við höfum þetta verið með margafréttur og það eiginlega mest vaxandi business á Íslandi að reka bílastæði. Já, gjaldskylda. Þannig að þetta kannski hluti af afleiðingum þéttingarbyggðar eru bílastæðabreiður sem að verða til. Já, ég var endur tekið eftir því að það eru íbúar, ég bý í blokk og það bílakjallari henni og það eru íbúar í minni blokk sem að leigja út stæðin sín svona, ég ætla að segja að taka 60.000 á mánuði, ég þekkir sem að er í því. Þannig að þetta ágætis búbót. Þessu skilt, það Morgunblaðið líka með frétta að það verður að hækka innviðagjöld 1,7 milljónir á íbúð reiknaði út á 100 fermetrum. Það kemur fram í þessari frétt að innviðagjöld séu allt upp í 10 milljónir á íbúð sem og þetta náttúrulega bölvað ástand sko. Hver setur innviðagjöldin á? Sveitarfélögin, af því að þau þurfa að fá pening. Og hafa þau alveg laga heimil til þess? Já, þau þurfa að hafa peninga til þess að búa til innviði sem þá göturnar og lagnirnar og skólarnir og dagheimilin og allt þetta. En í gamla daga, þegar við vorum ungir, þá var lagður almennur skattur, eins og til dæmis aðstöðugjöld sem var svona eins og útsvar á fyrirtæki sem var lagt af nú snemma á 10. áratugnum og þá voru almenni skattar voru notaði til þess að byggja upp innviði og grunnkerfi. Þetta svona New Deal eins og var gert í Bandaríkjunum, byggir upp innviði og grunnkerfi samfélagsins sem gott fyrir almenning sem að nýtur skólana og heilbrigðiskerfisins og alls slíks og fyrirtækin fá vegina og flugvélarnar og svona en við innheimtum skatta til þess að eiga fyrir þessu. Síðan eru lækkaði skattar, það má ekki innheimta fjármagnstekjuskatt nema bara sáralítið og ekki fyrirtækjaskatt og þannig að laminuðu skattkerfi og þá þarftu og meðal annars var lagður afstöðugjaldið hjá fyrirtæki eins og þú talur rosalega ósanngjarn skattur lagt niður og þá var það sveitarfélögin að finna sér peninga á móti. Þá bjóða þeir upp lóðirnar sem áður voru bara úthlutað sem að munar nú á hverju íbúð sko meira en 10 milljónum þannig að þá sem fátækur að vera betra að fá úthlutað lóð þótt að maður þurfa að bíða 3 ár eða 4 ár eða 5 ár eftir henni og fá hana heldur að þurfa að kaupa hana af ríkakallinum á 12 milljónir. Og síðan, hvernig við höfum ekki peninga til þess að leggja lagnirnar og þá verður við bara að leggja innviðagjöld á þá, þannig að þeir borga sem að nota, það kemur hugmyndin, að því þú ætlar að eiga þessa íbúð, þá þarf þú að borga fráreinslið og alla lagnirnar og götur. Þegar ég keypti lóðina, þá var ég að kaupa þetta. Nei, það bara séreign sem Nei, búið vera í áratugi. Nei, það ekki þannig. Það var þannig í gamla daga. Þá keyptur þú útluta íbúðinu og þá borgaru borgaru ykkur á gjald fyrir lóðina sem var það sem átt að vera upp í þetta. En núna er salan á lóðinu bara sér tekjustofn. Og svo rukka fyrir allt hitt. Já, og hvenær byrjaði þetta? Þetta byrjaði að bjóða upp lóðir. Nei, þetta innviðagjald. Það löngu byrjað, það bara alltaf verið að hækka það meira. Með þetta og svo kemur braskið ofan á þetta, lóðabraskið, þannig að áður en það búið tekinn skóflustunga að þá kannski komið 22-23 milljónir á hverja íbúð á þess að sé byrjað að byggja sko. Herðu, bílastæðin, já. Þú varst að tala um bílastæðin. Ég er með frétt frá Danmörku bílastæði, viltu ekki sjá hana? Eininslistinn, hann ætlar að leggja það til að taka 20.000 stæði í Kaupmannahöfn til þess að liðka fyrir umferð reiðhjóla og ég er bara alltaf verið að gerast hér ef að kæfi ykkur slíkt til það. Ég einasti, en já, það eru alltaf Danir eru mjög duglegir að hjóla. Mikið verið gott að anda í Kaupmannahöfn, svona. Já, svo er bara fín borg. Frábær menning, þessi hjólamenning í Kaupmannahöfn. Hún er það, og bara í Evrópu, það er óbærslega gaman að hjóla. Enginn með hjálm? Nei, en það er bara asnalegt. Þetta er batnað mjög mikið hér líka reyndar. Já, það er þetta mjög gaman að sjá það og reyðhjólastíðarnir fínir. Þú örstundastund að það er komið eitthvað með bílastæði? Já, nei, með bílastæðin á Hlíðarenda að fyrir einhverjum árum síðan að þá var samþykkt í meirihlutin Reykjavík að það mætti byggja einni hæð meira í einhverju blokkinni þarna og svo ég oft verið að hugsa þyrfti að safna upplýsingum hvernig byggingamagn hefur aukist frá upphafi og þar til húsi var fullklára. Ég held að sé það er mjög skemmtileg umfjöllun þetta niður á hvað heitir það Hafnartorgi
Það sem eru myndir af því sem að fór í gegn sko, og svo hvað það varð á endanum. Það voru myndirna bæði voru sko falsaðar að raunverulega voru hæðirnar minni heldur að voru í reynd sko. Það voru sýndar eins og væri bara 2,40 en eru 3,20 og svo búið að bæta við og svona þannig að og gert sko sólin skein á teikningunum. Já, það er ekki. Sko. Ég var að hugsa að nefna hérna ekkert því ég labba hérna Laugaveginn ofarlega og móti Heklureyknum þar sem verið að byggja. Það er löngu komið þannig að sko það komið skuggi yfir gangstéttina hinum yfir götuna sko. Þannig að hvernig heldur ástandið sé þarna inni í. Herðu, við erum búin að fara allt og hérna langt, þannig að við sláum bara botnin í þetta. Það voru nokkra fréttir sem við gætum farið yfir, en við ætlum ekki að gera það. Þannig að enginn mun vita hverja þær voru. Sigurjón Magnús og María Lilja, takk fyrir að fara með fréttirnar hérna á Samstöðinni. Ég minni á að hérna strax á eftir er hérna Rauðaborðið og þið sem eru að horfa á okkur á Facebook og YouTube, þið verið að finna nýjan þráð þar sem að þátturinn sendur út, en þið sem eru að horfa á sjónvarpið, að hlusta á útvarpið, það skiptir engu máli. Staldrið aðeins við, Rauðaborðið er hér eftir augnablik. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.